Pavel, hörkubarátta hérna í kvöld. Telurðu að þið hafi náð að skjóta þeim svolítið skelk í bringu? Já, já. Það held ég. Ég veit ekki hvort að þeir hafi bara verið svona afslappaðir eða hvort að þeir séu bara ekki betri en þetta, ég veit það ekki. En mér fannst aldrei, ég var aldrei eitthvað smeykur á vellinum, ég held enginn af okkur hafi verið það, sko. Komum út aldrei í opna skjöldu hversu þægilegt það var að spila á móti. Það er bara svekkjandi, sko, að mér finnst við hafa svona, ekki að gefa leikinn frá okkur og gefa okkur séns á að vera í leiknum með bara svona sóknarfrákustum og boltum sem við erum ekki að ná í, þú veist, lausa bolta og svona hlutir sem snúast bara að sýna smá baráttu og smá svona aggressívni og hefðu við gert það, þá kannski hefðu við getað stemt á meira, sko, en það var nú ekki alls slæmt þannig sér, sko. Var það kannski of mikið að missa einhver 22-3 stig fram úr sér? Er Serbía ekki bara þannig lið að þeir hleypa þér þá ekkert aftur inn? Nei, ég meina þetta er náttúrulega hæfileikaríkt lið og hversu svona rólegt það var yfir þessu hjá þeim, sko, það skiptir engu máli. Þeir eru bara, þú getur ekki gefið þeim opinn skot og þú getur heldur ekki kennt manni að vera 2 á 20 og algjör jötunan undir körfunni, skilja. Það eru svona hluti sem eru pirrandi vegna þess að við getum greinilega að spila við þá, en við getum ekki keppt við 2 á 20 í görðan sem er ít okkur út í teiknum, skilja. Við getum spila góða vörn í 23 sekundur og svo kemur skot og þeir bara ít okkur inn í teig og það er eitthvað sem við getum bara reynilega ekki keppt við því miður. Og það er svona það eins og ég segi, svona svekkjandi við þetta að getumunurinn er ekki það mikill. Þetta er líka bara líkamsbörður sem skipta máli.